Þeir hafði 1-1 í Akraneshöllinni, svona kaflaskipti leikur, svona þið, svona, ertu sammála því kannski þið byrjið ekki fyrir en kannski almennilega fyrir svona miðjan seinni hálfleik? Já, kaflaskipti rétt, mér finnst alveg að byrja fyrir seinni hálfleik, við gerðum smá taktíska breytingu í hálfleik, ákveðum að fara meira á þá. Við vorum að reyna svolítið að vera þéttir á miðjunni þegar við komum með langa boltana, þeir eru góðir annað hvort að flikka bakvið eða Viktor að leggja niður, bara virkilega öflugur í því. Og það gerðum við vel í fyrri hálfleik en við vorum á passífir í pressun og þeir voru að fara yfir okkur og sköpuðu meiri við og voru bara klárlega betri við í fyrri hálfleik. En svo komum við seinni hálfleik, sleppum aðeins að beltinu og við þá opnaðist leikurinn, því við vorum ekki lengur yfir til á miðjunni og fórum á þá. Og það gaf bara dott í báða megin. Í seinni hálfleik fáum við nokkur dauðafæri og þeir fá nokkur dauðafæri. Stubbur bjargaði okkur hérna, bara virkilega ánægði með strákana. Við komum upp á Skaga, við tapum þessu 2 leikjunum, ósanngjarnt á okkar mati, við lendum undir, en bara stemningin í hópnum bara svo góð og við bara einhvern veginn tókum á okkur fyrri hálfleikinn, gerum betur í seinni og virkilega ánægði með svarið sem ég fekk og ánægði með karakterinn að koma tilbaka því það var ekki auðvelt. Skagaliðið spilaði vel og þeir eru góðir í því sem þeir gera og það er erfitt að díla við lönguboltana með fljóta menn í kringum Viktor sem er virkilega sterkur í þessu, þannig að við förum ánægðir með stíl norður. Gerðu þrefalda breytingu svona miðjan seinni hálfleik, manum fannst líka sóknarleikur svolítið taka vissi eftir það, hver var svona pælingin bakvið það? Já, bara kom meiri kraftur í þetta og svona beinskeyttari strákar og sáum sem hlaupa bakvið, bæði Bjarki og Oliver sem er nýkominn til okkar og bara ekki alveg 100% leikformi. Og svo kom Diego mjög flottur inn og hann skapaði mikið og skoraði markið, fyrsta markið eins og okkur og þannig að bara virkilega jákvætt og strákar að spila fyrsta leiki fyrir okkur og bara eins og við talaðum, við munum vaxinu mót, við fengum leikmenn seint og margir af fremstu okkar mönnum hafa ekki verið hlutverkjum sem liðum í marga mánuði. Þannig að mér fannst frammistöðunar okkar í fyrstu 2 leikjunum betri en ég átti von á og við erum virkilega svekktir með það að hafa ekki fengið stig þar. Í dag var fyrri hálfleikurinn ekki nógu góður en seinni hálfleikurinn er flottur og eins og segi, við förum ánægðir með stig norður því að við áttum ekki nógu góðan fyrri hálfleik og vorum undir þar. Svona helsta umræðandi fyrir hann að leika og bara fyrir þessa umferð, það eru leikar sem þú hefur kannski þetta að passa að fara ekki alltaf mikið hausinn á þínum mönnum, er að það spila inn í Akraneshöllinni frekar en bara einhvers staðar úti eða bara á hvað sem svona bara alvöru heimavelli, aðalvelli, hvernig bara fannst þér það að þurfa að spila inn í Akraneshöllinni á Íslandsmótinu? Bara flott. Það eru frábærar aðstæður á Skaganum, förum inn á slétt gervigas, engin vindur, þægilegur hiti. Skagamenn voru mjög flottir í dag, tóku vel á mót okkur, bara frábært. Fyrir utan það ég hef bara ekkert með að segja hvað heimaðinn ákvað að spila sem leiki. Mér finnst það bara flott umgjörð og þú veist, bara ánægður. Byrjununa kom þér á blað allavega, kom með 1 stig, auðvitað erfitt byrjun en bara hvernig metur þessa fyrstu 3 leiki? Já, eins og það, mér finnst frammistöðunum þessum 2 leikjunum virkilega flottar og við vorum svekktir bæði með okkur sjálfa að klúna svolítið að færum og svona og svo held ég sé allir sammála því að dómararnir eru ekki að falla með okkur og kostuðu okkur sannlega einhver stig og vonandi jafnast það út yfir mótið. Þannig að ég var virkilega ánægður með frammistöðuna og í dag er ég ánægður með karakterinn að koma tilbaka því við áttum erfitt í fyrri hálfleik og við fyrir tilbaka með 1 stig að Skaganum og það er bara stórt og eins og segi við munum vaxinu mótið þannig að þessar leikmenn hafa komið seint inn og markmiðið er bara að við séum betri í hverja einustu viku og nýju leikmenni þekki taktíkinn okkar og við fyrir svona að kynnast hverjum betur og mér fannst við líta mjög vel út á köflum í dag en eins og ég segi, leikurinn hefur getað farið báðar áttirnar og við erum ánægðir með þetta einu stig. Hvernig er staðan á hópnum? Talar eins og Ólir kemur inn í þetta og koma krafti inn í þetta og Hall kemur ekki með, bara hvernig er staðan á hópnum? Já, það er bara sumir að koma smá saman í leikform. Eins og segja, það voru ekki hlutverki í sínum liðum þegar þeir komu til okkur og þurfa bara smá tíma og hentum þeim bara beint í 2 bestu liðum á Íslandi og beint í nýja taktík og þannig að þetta tekur bara tíma. Staðan er þannig að það verður nokkur lemstrar í dag, nokkur sem hafa verið byrjað hjá okkur voru ekki í dag en flesta þess er bara mjög stutt meðsli. Það er bara Ásgeir sem er í svona lengri tíma og Jóhann kom inn á í dag en það eru nokkur sem hafa verið að byrja hjá okkur í smá hnjaski þannig að þessna var ennþá sætar að sjá að það áttur að vanti kannski veit ekki alla með 9 leikmenn hjá okkur að þá voru skiptingarnir að koma inn á breyttu leiknum fyrir okkur og það er virkilega gaman að sjá. Við erum með sterkan hóp og eins og segir við munum bara vera sterkari. Bekkurinn sótti stigið? Hvað segirðu? Bekkurinn sótti stigið? Já, bara kom inn og breyttu leik. Það er sem vilt á varamönnum. Þeir eru að vera svekktir á bekknum og þeir eru að sýna mér koma inn á að þeir geti haft áhrif á leikinn og sýna mér að þeir vilji fá fleiri mínútur að byrja í næsta leik og ég sá það í dag og virkilega ánægður með þá. Og að lokum, næsta leikur fáið nýliðana sem tóku sér líka fyrsta stigið í dag á móti Breiðablik. Bara hvernig lítur á framhaldi á næsta leik á móti Keflavík? Já, bara flott. Keflvíkingar eru bara flottir, náðu góðu stig í dag.
og við erum bara að fara norður okkar heimavölli. Ég er bara virkilega spenntur fyrir því. Það er alltaf erfitt að mæta nýliðum við byrjum móts, þú sér hvað þið gerðu vel í dag og hinn nýliðandir eru nú Val daginn, þannig að þetta eru bara allt erfiðir leikir en það verður gaman að fá mína gömlu félaga yfir. Gangi vel og takk fyrir.